Nú ætlum við að kíkja á dæmi 1 og 3 í æfingu 1 í kafla 3.2. Við höfum að finna meðal vaxtarhraða fallsins f af x er jafnt og 4x mínus x í öðru. Við ætlum að finna þetta á bilinu 0 til 2, 2 til 4 og 1 til 3. Það sem við þurfum að gera hér er einfaldlega að reikna hvað kemur út þegar við setjum inn x er jafnt og 0. Þá fáum við 4 sem 0 mínus 0 í öðru. Og út af þessu kemur bara 0. Svo ef við setjum inn 2, þá fáum við 4 sinnum 2 mínus 2 í öðru. 8 mínus 4 eru 4. Þannig að þegar við hækkum um 2, þá hækkast þetta um 4. Þannig að þá þurfum við að finna hvað ef þetta hækkar um 1. Þá hlýtur þetta ekki að hækka um 4 heldur helmingin af því eða 2. Er það ekki? Og það er þá svarið. Ég finn í raun meðaltals hækkunina frá 0 og upp í 2. Ég sé að hækkunin er frá 0 upp í 4. En meðaltalið af því eru 2. Svo set ég inn 2. Ég var búin að því áðan. Það er ekki að gera það aftur. Ég fæ 4 út úr því. Og svo set ég inn 4. Þá fæ ég 4 sinnum 4 mínus 4 í öðru. Það er 0. Þannig að nú er ég að lækka úr 4 og niður í 0. Þá hlýti ég að fá, af því að aftur, ég þarf að finna meðaltalið. Það eru 2, en af því ég er að lækka, þá verður þetta mínus 2. Svo set ég inn 1 og 3. Ef ég set inn 1, þá fæ ég 4 sinnum 1 mínus 1 í öðru. Það gefur mér 3. Svo ég set inn 3, þá fæ ég 4 sinnum 3 mínus 3 í öðru. 12 mínus 9 eru 3. Ég fæ 3 og 3. Það þýðir að breytingin er 0. Þá hlýtur meðaltalið mitt að vera líka 0. Ef ég teikna fallið, ég notaði nú bara svona grafískan teiknar á netinu til þess að teikna það fyrir mig, þá er 0-punktur hérna í 2 og 4, fer í gegnum 0,0, þetta er einhvern veginn svona. Og ef ég skoða frá 0 upp í 2, þá sjáu þið að þar er meðaltalið nálægt að vera 2. Frá 2 upp í 4, það er hér, þá er þetta akkurat öfugt. Og frá 1 og í 3, þá fer ég upp og aftur niður. Þannig að breytingin er 0. Þannig að þetta passar allt saman hjá mér. Meðalvaxtarhraðin er sem sagt meðaltalið á breytingunni frá fyrri tölunni í seinni töluna. Hérna einfaldaði ég textan verulega, því að ef ég hefði skrifað upp allan textan þá kemist ekkert annað fyrir. Við erum með skíakljúf sem er 442 metrar á hæð. Við reiknum þetta út frá að hann fellur hraðin eykst 4,9 metra á sekundu í öðru. Þetta þýðir í raun fyrir hverja sekundu sem líður að þá eykst hraðin 4,9 metra á sekundu. Og eftir 3 sekundur þá þurfum við að setjum við inn, en af því að tíminn er í öðruveldi, þá gerum við hérna 4,9 sinnum 3 í öðruveldi, af því að tíminn er í öðruveldi. Sláum þetta inn í vasareikni. Ég er bara að setja beint inn í jöfnuna. Er 44,1 metri. Það er ekki flóknara. Hvenær lendir boltinn sem að fellur allavega niður? Þá þarf ég að gera að hann ætlar að lenda, fara 442 metra. En á hraðanum 4,9 sinnum, skulum við kannski gera öðruvísi sinnumerki, sinnum x í öðru. Og nú er ég bara með jöfn. Ég flyt 4,9 rafmerki deili báðum megin. Þá fæ ég x í öðru er jafnt og
90,2, tek kvaðratrótin af því, þá fæ ég x er jafnt og 9,5 og þá það í sekúndum. Vandamáli hér er að setja upp jöfnuna, að kveikja á hvað er hvað. Meðalhraðinn alla leið. Við vitum að hann fer 442 metra á 9,5 sekúndum. Þetta er bara einföld deiling. Vegalengd deilt með tíma. Þá fáum við meðaltalið. Og meðaltalið gefur okkur 46,53 metra á sekúndu. Meðalvaxtarhraðinn frá 3 og upp í 4. Þá þarf ég að setja inn bara 3 fyrst. 4,9 sinnum 3 í öðru gefur mér 44,1 og 4,9 sinnum 4 í öðru gefur mér 78,4. Ég finn mismunin á þessu. Hann er 34,3 sem að er þá bara svarið. Af því ég er að hækka breyti hérna, þá þarf ég ekki að taka meðaltal. Að reikna augnabliks-hraða, þá þurfum við að reyna að komast eins nálægt í að finna hraðan í 3 og hægt er. Við vitum alveg hver breytingin, við þurfum að finna breytinguna frá 3 og 3,1, 3 og 3,01 og svo framvegis. Þetta er töluverð handavinna. En við vorum búin að reikna á þann að 3 er alltaf 44,1. Þannig að ég get alltaf byrjað með 44,1 hérna alls staðar. En svo ætla ég að draga frá 3,1 og þá ger ég bara 4,9 sinnum 3,1 í öðru. Ég ætla ekki að skrifa niður allt sem ég er að gera. En hérna fæ ég 47,089 og ef ég drega þetta frá þá fæ ég 2,989. Svona held ég áfram. 4,9 sinnum 3,01 í öðru gefur mér 44,39449 og þegar ég dreg frá 0,29449. 3,001 gefur mér 44,1294049. Þegar ég dreg þetta frá 0,0294. Hérna fæ ég 44,01. Nei. 0,0294. 0,00294. Nú er ég komið ykkur gögn til þess að lesa úr. Þið sjáið að þetta er að nálgast alltaf nær og nær þessari tölu hér. Hér er þetta komið tvisvar sama talan, en ég þarf að passa mig. Hvað var ég að gera? Hérna hækkaði ég úr 3 og upp 1/10.000. Þannig að hér þarf ég í raun að deila með, margfalda segi ég með 10.000. Af því að ég er að finna breytinguna frá 3 og upp í 1/10.000 af 3 í viðbót. Þannig að það er breytingin. Hérna sinnum 1.000, hérna sinnum 100 og hérna 1/10. Og það er í neðstu töluna sem ég hef mestan áhuga því þar gefa mér mestan nákvæmni. Sjáið, ef ég margfalda þessa með 1000 þá fær ég komin 1, 2, 3 sæti og fæ þá 29,4. Ef ég margfalda þessa með 10.000 fær ég komuna 4 sæti, 1, 2, 3, 4, þá fæ ég aftur 29,4 sem hlýtur þá að vera augnabliks-hraðinn í 3 eða eins nálagt augnabliks-hraðanum og ég kemst.